Jæja, þá ætla ég að reikna gegnum dæmablað 4.2 sem að þið eruð líka með í á námsvefnum, bæði óreiknablað og svo með lausnunum sem ég ætla að fara í gegn hérna. Og ég geri eins og með dæmablað 4.1, þá geri ég ráð fyrir því að þið séu með blöðin fyrir framan ykkur þegar þið eruð að fara í þetta, þannig að ég þarf ekki að skrifa allt upp. Núna erum við komin út í það að tala fellingarhvörf og þarna erum við að nota töfluna sem að ég var með áður, þar sem að við vorum með þar sem að og þið þurfið að hafa hana hjá okkur líka þegar við gerum þetta dæmi. Hún á námsvefinu og það þessi tafla, þar sem við erum að skoða auðleyst og torleyst jónaefni. Það mjög gott að hafa þetta til hliðsjónar þegar ég fer í gegnum hvort að efnin séu auðleyst eða torleyst. Þannig að dæmi 1 í þessu dæmablað 4.2. Hérna eigið að flokka efni eftir í hvort að þau séu leysanleg eða óleysanleg. Og hérna ég að tala leysanleg, það þýðir að þau leysist í vatni. Þetta það sem að ég kalla þá auðleyst og óleysanleg það sem ég myndi kalla torleyst. Og við fáum 5 efnasambönd. Það nikkel, klórið og við erum alltaf að sjá fyrir okkur að þið séuð að setja efni eins og til dæmis nikkelklórið á föstu formi eða setja það út í vatn og spurningin klofnar þetta upp í 100% upp í jónir, sem sagt nikkel plus og Cl eða nikkel 2 plus og Cl mínus. Eða myndast bara svona botnfall á botninum, þar sem að við erum bara áfram með fasta efnið og þetta þá S í staðan fyrir að vera þá á þessu AQ-formi. Þetta var nikkelklórið, B, silfur, súlfið, C, cesínfosfat, CS3, PO4, D væri þá strontínkarbonat, SR, CO3 og að lokum E, blýsúlfat. Og þá getum við byrjað á því að sjá ef við förum í töfluna, að klór, þetta auðleyst, klór myndar sem sagt venjulega auðleyst salt. Nikkel hins vegar ekki undantekning. Nikkel sem sagt ekki talið upp þegar við skoðum töfluna. Þá klór auðleyst. Undantekningarnar silfur, kvikasilfur og blý. En nikkel ekki ein af undantekningunum. Þannig að það sem sagt ekki undantekning. Og þar að leiðandi þá stendur það að nikkelklórið auðleyst salt. Eða leysanlegt. Ef að það fer í vatn, þá myndast sem sagt ekki nikkelklórið botnfall, heldur erum við bara með jónirnar uppleystar í vatninu. Fyrir silfursúlfíð, súlfíð það torleyst. Það myndar sem sagt venjulega torleyst salt með einhverjum undantekningum og erum við með S2 mínus. Undantekningarnar ammoníumjón, alkalímálmarnir sem lithium, natrium, kalíum og það allt og svo kalsín, strontín og barín. Við erum hins vegar með silfur sem ekki undantekning, þannig að Ag plus ekki undantekning. Sem þýðir það að það þá það að þetta sé
gefið torrleyst salt, það stendur, þannig að hérna fáum við þá torrleyst. Síðan erum við með fosfat hérna, PO4, 3-. Það myndar líka torrleyst salt. Og þá er spurning, er sesín, er það undantekning? Sjá. Og sesín, má ég sjá, er alkalimálmur. Þannig að, var ég með notukerfi hérna. Sesín er hérna í einn af alkalimálmunum, þannig að það er undantekning. Það er alkalimálmur. Undantekning. Þannig að í þessu tilfelli er saltið auðleyst. Sem minnum á það ég þarf að leiðrétta þetta á blaðinu því ég held að ég hafi ekkert verið að velta fyrir mér að þetta væri alkalimálmur. En ég geri það. Svo erum við hérna með strontínkarbónat, SrCO3. Þar sem að karbónat, CO3, 2-, það er í þessum flokki sem myndar torrleyst salt og undantekningin hér, sem sagt fyrir það, má sjá, er alkalimálmar eða ammóníum. En hérna, við erum hins vegar með strontíum eða strontíum sem er jarðalkalimálmur. Þetta er ekki undantekning. Þannig að Sr2+ er ekki undantekning. Og þar að leiðandi erum við hérna með torrleyst salt. Það er þá hérna karbónatið sem að ræður. Og að lokum blýsúlfat. Súlfat hérna, það myndar auðleyst salt. SO4, 2-, það er yfirleitt með hlut af auðleystu salti. Hérna er þá tekið fram hérna SO4, 2-, auðleyst nema ef það er í efnasambandi með strontíum, baríum, kvikasilfri eða blýi. Við erum hérna með blý, þannig að þetta blý er undantekning. Þetta er undantekning. Sem þýðir það að saltið er torrleyst. Þetta eru svona vinsæl dæmi í þessum kafla að flokka salt eftir í hvort þau eru auðleyst eða torrleyst og þá þarf að fara í gegnum þessa töflu. Þannig að þið eigið alltaf að geta notað hana, töflu 4.1, þessa hérna töflu, til þess að finna út hvort að auðleyst eða torrleyst salt er að ræða. Nú þarf ég ekki að mikla ágjör, það er alltaf hægt að ýta á pásu. En næst er verið að spyrja, mun botnfall myndast þegar eftirfarandi lausnir eru blandaðar saman. Og hérna erum við farin að tala þessi víxlhvörf og fellingarhvörf. Þetta ætla ég að stroka út, allavega svona þessa hérna liði til að byrja með. Það sem er verið að tala í þessum hérna dæmum, svo í 2, þá er blandað saman í lið A natríumkarbónati, Na2, CO3 og þetta er alltaf eitthvað þá auðleyst salt og silfurnítrati, AgNO3. Og svo er spurt ef að þetta raðast eitthvað nýtt. Því þegar þessi hérna efni koma í lausn, ég er hérna með vatn og svo bætum við út í hérna Na2, CO3 annars vegar og hins vegar silfurnítrat og við fáum þá þessar hérna jónir, natríum+,
karbonat 2 mínus, silfur pluss og nítrat mínus, möguleiki ef við víxlum þessu upp á nýtt og natríum og nítrat sem sagt látið para saman og síðan karbonat og silfur látið para saman. Myndar annarkvort af þessu torlessalt. Þannig að við getum sagt hérna, ef að þetta hérna blandast saman og ég þarf ekkert að vera að velta fyrir mér að stilla efnajöfnu eða neitt slíkt, þá myndi myndast hérna natríumnítrat frá natríum og nítrati og sem myndi myndast silfurkarbonat, Ag2CO3. Og við fáum það að þetta hérna auðleyst. Nítrat gefur alltaf auðleyst salt, sama, það aldrei neina undantekning þar. Silfurkarbonat hins vegar, karbonat torleyst salt, eða gefur torleyst salt, silfur ekki undantekning. Þannig að þetta hérna torleyst, þannig að já, það myndast þess að felling. Hæ! Nei, ég í smá upptöku en ég bara smellti á pásu. Já, mér þetta bara. Ég hef sagt eitthvað skleitt á það. Já, alveg segðu mér eitthvað ógeðslega krassandi. Já, það þess að nema þetta sem mér. Það mikið fínt þar eru. Fannstu Pó? Nei, ég hitti ekki á búðum. Nú fannst hann ekki? Nei, sko, ég bjóða til í kollum og mér gæði þetta væri... Já, Krónan. Væri búðin sem á Sundlauginni. Já. Það var Krónan. Ég bara að ég bjóða til. En ég gæti það að rækja að koma til sála þeirra. Já. Það er rétt að vona kúklingunni sé... Já, tekkaðu bara á dagsetningunni. Heiluskan, ég ætla þá bara að loka hurðinni og klára. Já, og úr því að það hérna, það myndast salt, þá erum við beðin að stilla, torleyst efni, þá erum við beðin að stilla efnajöfnuna. Þannig að hérna myndi ég þá taka natríumnítrat, byrjum á hvarfefninu náttúrulega, natríumkarbonat pluss silfurnítrat gefur okkur, og myndefnin eru þá Ag2CO3 pluss natríumnítrat, NaNO3 AQ, þar sem þetta fellur út. Hérna þurfum við greinilega að hafa 2 silfur, af því við erum með 2 silfur hér. Hérna þurfum við að vera með 2 natríum, af því við erum með 2 natríum hér. Og svo eru hérna 2 nítrat og við erum með það hérna. Þannig að hérna erum við búin að stilla efnajöfnuna. Þetta var þá fyrsta dæmið og ég ætla nú ekki að teikna þetta upp sem sagt svona hérna í framhaldinu. En það svona það sem maður er að velta fyrir sér. Fellur þetta út eða ekki. Dæmi B, þá erum við með natríumnítrat og nikkelsúlfat. NaNO3 og nikkelsúlfat. Hérna pörum við þá saman natríum og súlfat, nítrat og nikkel. Þannig að það sem myndi myndast hérna væri Na2SO4 annars vegar og hins vegar myndi myndast nikkelnítrat og nikkel hérna 2+, þannig að hérna verða nikkel og svo NO3 2. Og í skemmstu máli það að segja að þessi efni eru bæði auðleyst. Það verður ekki felling. Við erum þá bara meðlaust þar sem að þessar jónir eru allar á lausnarformi. Þannig að við erum með natríum plús, nítrat, nikkel og súlfat
á uppleystu formi og það verður ekki neitt botnfall. Þannig að við þurfum þá ekkert að hugsa það að stilla efnajöfnu hér. Þriðja dæmi, þar það járnsúlfat og blýnítrat sem blandað saman. Taka þetta hérna út. Það væri þá C. FeSO4 plus blýnítrat. PbNO3 2. Hérna pörum við þá saman járn. Þetta hérna myndi vera því að súlfat alltaf 2 mínus. Þá járn, væri þetta járn 2 plus. Nítrat alltaf 1 mínus, þess að hver nítratjón sig og við þurfum 2 slíkar. Þannig að þetta hérna myndi vera 2 plus. Og svo blöndum við saman járni og nítrati og blý og súlfat. Hérna fáum við þá PbSO4 og svo ætlum ég bara að fá að setja hérna fyrir neðan plus járn NO3 2. Nítrat myndar alltaf auðleyssalt, þannig að hérna erum við bara með AQ. Spurningin blý súlfat, það hérna, fellur það út og það passar við töfluna að ef við erum með súlfat þá eru þau með auðleyssalt með undantekningu meðal annars blý. Þannig að þetta hérna torrleyst. Þetta mun falla út en þetta hérna ekki. Og svo getum við stillt efnajöfnuna ef þess þarf. Hérna erum við með blý, 2 nítrat og 2 nítrat, járn og súlfat. Þannig að það þarf ekkert að stilla efnajöfnuna frekar. Það bara eitt hérna allstaðar fyrir framan. Þannig að þar með fyrri hluti blaðsíðunnar búinn. Já, eða öllu heldur, blaðsíða 1 búinn. Síðan erum við hérna með dæmi 3. Þarna ég að fara í gegnum og ég hérna, fór fyrst sem sagt, sýnir fyrst fyrir hérna 2 dæmi, hvað verið að biðja um. Víxlhvarfið, heildarjónajöfnu og lokajónajöfnu. Og við erum hérna þá með lið A, B og C. Og þessi dæmi taka alltaf svolítið pláss og eru alveg mikil uppáhaldsprófdæmi að þurfa að kunna að gera þetta. Og þegar við fáum þessi dæmi, þá má alveg ganga alltaf út frá því að þið eruð að fá fellingu. Að það eitt efni sem að fellur út. Þannig að þá eru víxlhvörf, sem sagt að það þá sama á fellingahvarf. Hérna myndum við byrja á að blanda saman natríumkarbónati, Na2, CO3 og þetta auðleyst plus magnesíumsúlfat. Og svo ég skrifi svona jónirnar fyrir ofan, hérna hvaða jónir það sem eru hérna að blanda saman. Þá erum við hérna með natríum plus, CO3 2 mínus, magnín eða magnesíum 2 plus og súlfat 2 mínus. Síðan blöndum við þessu saman, þar að við látum þá natríum og súlfat fara saman og karbónat og magnesíum. Það alltaf 1 anjón og 1 katjón sem þurfa þá að mætast. Þannig að það sem myndast magnesíumkarbónat plus natríumsúlfat, Na2, SO4. Súlfat myndar auðleyst salt og natríum ekki undantekning, þannig að hérna erum við með AQ. Karbónat myndar hins vegar hérna torrleyst salt
og hérna er sem sagt fyrir karbónat, þá er hérna ammóníak og alkalímálmar undantekning, en magnesíum er jarðalkalímálmur, þannig að það er ekki þar, menn hérna fáum við botnfall. Svo borgar sig alltaf, við erum búin að gera víxlhvarfið. Þetta er í rauninni það. Fyrsta skrefið. Það borgar sig að stilla það ef að þess þarf áður við förum út í það að gera þessa heildarjónajöfnu þar sem að við splittum upp öllum efnum sem að eru með AQ merkingu, sem eru þá á uppleystu formi. Og hérna er bara 1 á móti 1, 1 á móti 1, 2 á móti 2 og 1 á móti 1, þannig að við þurfum ekkert að gera neitt frekar. Heildarjónajafnan sem að tekur venjulega alltaf 2 línur hjá mér. Heildarjónajafna, það gengur bara út á það að taka sundur jónirnar og passaði ykkur þá að vera með þessa hérna 2 natrium pluss CO3, 2 mínus, pluss magnesium, 2 pluss, pluss súlfat. Hérna er fyrri hlutin komin. Hérna vorum við bara með auðleyst salt, þannig að þau eru öll á uppleystu formi. Síðan tökum við hérna magnesiumkarbónat, þar sem það er út, hérna torrleyst salt sem var fjall út, þá fyrir við ekkert að kljúfa það upp í jónir. Þetta er bara fast efni á botninum í þessu hvarfi, í glasinu þá. Þannig að magnesiumkarbónat, það helst bara óbreytt. Og síðan pluss 2 natrium pluss súlfat, SO4, 2 mínus, AQ. Þetta er heildarjónajafnan. Lokajónajafnar, þá höfum við bara áhuga á því að sjá fellingar, efni sem að fellur út og efnin sem að það er búið til úr, sem er karbónat og magnesium. Þá höfum við ekki áhuga á súlfat og natrium sem að taka ekki þátt í botnfallinu. Þannig að lokajónajafna er einfaldlega, maður setur venjulega katjónun á undan þó að það sé ekkert, engin stór glæpur að gera það ekki. Og síðan erum við með karbónat, CO3, 2 mínus og þetta gefur MgCO3. Þá erum við komið þetta og að lokum, hverjar eru meðjónirnar? Það eru þessi efni sem að falla ekki út, sem að eru þá á uppleystu formi, báðu megin, það er sem sagt natrium sem að er hérna báðu megin og súlfat báðu megin sem sagt á uppleystu formi. Þetta er þá eru meðjónirnar. Og það er þá bara nóg að skrifa Na pluss og SO4, 2 mínus. Þar með er þetta dæmi búið og hin 2 dæmin eru nákvæmlega eins, en ég ætla bara að fara í gegnum þau samt. Þá getið þið bara að setja á pásu og spólað áfram ef að þið eru búin að ná þessu, sem ég yrði ekkert hissa á. Og þá tek ég næst hérna á seinna blaðið B, þar sem við erum með blýnítrat og natriumsúlfið. Þetta var A. Þetta byrjum við þá á B og þarna er okkur gefið AB, blýnítrat, PB, NO3, 2 pluss natriumsúlfíð, Na2S
Og bara svona til þess að einfalda þetta, að þá setja hérna, af því að nítrat alltaf með hleðsluna -1 og við erum með 2 slíkar, þá blýið hérna 2+, og natrium alltaf +1, súlfíð 2-. Þetta kemur allt fram í jónatöflunni. Og við ætlum að para saman, þannig að við tökum blý, súlfíð, nítrat og natrín eða natrium. Þá segir hérna að við myndum PBS plus Na, NO3, það sem sagt 1/1 og 2/2. Og við getum sagt gefa okkur, hérna erum við með AQ, af því að nítrat myndar alltaf auðleyst, eða sem sagt auðleyst salt. Og natrium, það sama gildir með að allar undantekningar, þá alltaf alkalímálmarnir þar með fremstir í flokki. Síðan setjum við hérna 2 fyrir framan, þar sem við erum með 2 natrium og við erum líka með 2 nítrat, þannig að við erum búin að uppfylla það. Svo erum við bara með 1 blý og 1 súlfíð, þannig að það bara stöðullinn 1. Súlfíð myndar hérna fast efni, það svo torrleyst salt, alla jafna, og blý ekki undantekning þar, þannig að þetta hérna fasta efnið. Og þetta var víxlhvarfið. Þá það komið. Síðan komum við hérna með heildarjónajöfnu. Og þá passið ykkur að láta þá þessa hérna stuðla, að þeir þurfa þá að koma líka fram. Fyrri hlutin þá blý 2+, plus 2 NO3-. Og ég geri hérna rauðan hring í kringum þessa 2, bara til að það þá þetta hér sem það skiptir máli. Plus 2 natrium plus, og sama hér, hérna erum við með þessa 2, plus S2-. Þetta hérna myndar fastefni sem kemur þá bara óbreytt inn, plus hérna natrium og nítrat, og hérna þarf þá að passa sig að það eru 2 natrium og 2 nítrat, NO3-. Þannig að þessir hérna 2, þeir þurfa að koma bæði fyrir framan natrium og nítrat. Svo kemur loka jónajafnan og þá erum við bara að hafa áhuga á, hérna höfum við bara áhuga á þessu fasta efni sem myndast. Hérna skoðum við blýsúlfíð sem búið til úr blý og súlfíð. Þannig að loka jónajafnan PB S2- verður PBS. Og að endingu þá koma meðjónirnar. Og það eru þá þessar jónir sem eru í lausn, bæði fyrir og eftir. Þannig að hérna myndum við einfaldlega vera með natrium og nítrat, NO3-. Þetta þá dæmi B. Og að lokum, sem sagt, liður C í þessu dæmi, þá erum við með ammóníumfosfat og kalsíumklóríð. Ég vona að það sé ennþá, jú, það virðist nú vera nóg birta. Ammóníumklóríð, og með það í huga þið geta alltaf sett á hérna pásu, þá stróka ég þetta út á nokkurrar samvisku. Og tek síðasta dæmið í 3C. Hvað var það aftur? Ammóníumfosfat,
NH4, 3, PO4 pluss og svo erum við með kalsíumklórið, CaCl2. Var það ekki annars? Jú. HQ. Og bara eins og áður þá ætla ég að setja hverjar eru hleðslurnar hérna. Hérna erum við með NH4 pluss, PO4 3 mínus, kalsíum 2 pluss og klór mínus eða klóriðjón. Og við pörum saman ammoníak og klórið og fosfat og kalsíum. Hérna fáum við eitthvað aðeins áhugaverðari tölur. Þannig að bara með því að para saman kalsíum fosfat og við erum hérna með 2 pluss og 3 pluss, þá þurfum við að fá þrjár kalsíumjónir á móti 2 fosfatjónum. Þannig að þetta væri kalsíum 3, fosfat 2 pluss, og ég ætla að fá að hafa þetta hérna fyrir neðan, að við erum þá með ammóníumklórið, þar sem er bara pluss á móti mínus, þannig að þetta er þá NH4Cl. Og ammóníum tekur alltaf þátt í auðleystum saltum og klórið gefur venjulega auðleyst salt og ammóníum ekki undantekning, þannig að hérna fáum við AQ. Fosfat hins vegar, það myndar tárleyst salt og fyrir fosfat eina undantekningin ammóníum og alkalímálmatnir. Og við erum hérna með jarðalkalímál, kalsíum, þannig að hérna myndum við fá tárleyst salt eða botnfall. Nú, svo þurfum við 3 kalsíum, þannig að við þurfum að setja 3 hérna fyrir framan og síðan þurfum við 2 fosfat, þannig að við setjum þá 2 hérna fyrir framan og þá erum við búin að uppfylla þessa hérna og þetta gefur okkur þá 2, 3 eða 6 klór og 2, 3, 6 ammóníum, þannig að þá fáum við þessa hérna tölu 6 fyrir framan og þar með þessi efnajafna stillt. Þetta var víxlhvarfið. Síðan gerum við heildarjónajöfnu. Og þá að brjóta þetta upp og hérna passið ykkur, hérna 2, 3. Það eru 6 NH4 pluss. 2 sinnum PO4 2 mínus. PO4 með 3 mínus það. 3 sinnum kalsíum. Og 6 sinnum klórið. Og þetta myndar botnfallið kalsíumfosfat pluss og svo þá að passa að við erum með 6 ammóníum og 6 klórið jónir. Og þarna erum við þá komið með heildarjónajöfnuna og hérna síðan þegar við förum yfir það að gera lokajónajöfnuna, þá var það eins og áður. Við höfum bara áhuga á því sem fellur út, sem búið til úr kalsíum og fosfati. Þannig að lokajónajöfna er 3 kalsíum, eins og ég sagði áður, þá maður yfirleitt með katjónirnar á undan og 2 fosfat gefa okkur kalsíum 3, fosfat 2 fastefni og meðjónirnar eru svo þær sem tóku ekki þátt í neinu botnfalli. Meðjónirnar og það eru þá ammóníum sem eru bæði fyrir og eftir og klórið sem eru bæði fyrir og eftir. Þannig að þetta verður NH4 pluss og Cl mínus.
Þar með dæmi 3C lokið. Og ég ætla ekkert að gefast upp, þó að það sé freistandi að skipta þessu upp í 2 myndbönd, þá ætla ég bara að klára þetta dæmi. Dæmablað. Tökum það fyrst 4, þar sem við erum með að við erum með óþekkt sýni. Það er ekki vitað hvaða katjón er í einhverri lausn. Katjónin gæti verið K+, hún gæti verið blý 2+, eða baríum, eða barín 2+. Og það er bætt út í þá, brómsýru heitir þetta, brómsýru HBr, brennisteinssýru H2SO4 og natriumhydróxíði sem er þá vítisódi eða natriumhydróxíð, rammur basi og á að finna út og það kemur ljós að það var botnfall í öllum tilfellunum. Og þannig á að geta greint hver af þessum jónum þetta var. Og þessi dæmi er langþægilegast að setja upp í töflu og segja að þessar jónir, það er einhver af þessum jónum, K+, Pb2+ eða barín 2+, einhver af þessu er í þessari flösku inn á tilraunarstofu og það þarf að vita hvaða efni þetta er. Síðan er bætt út í þetta, HBr, brennisteinssýru H2SO4 og natriumhydróxíði. Og þar sem að þetta eru katjónir, þá erum við að skoða hvað gerist þegar anjónin úr þessu, bróm-, SO4 2- og OH-, þegar það myndar efnasamband eða jónaefni. Er það torrleyst eða er það auðleyst? Og við höfum áhuga að finna hvert af þessum efnum myndar alltaf torrleyst efni, eða þá er það rétta efnið. Þannig að við byrjum bara á því að blanda þessu saman. Hérna myndast KBr. Hérna myndast blý, Br2 og hérna baríum, brómið. Hérna blöndum við svo saman kalíum og súlfati. Hérna er það K2SO4, blý SO4, hérna passa ég bara plúsarnir og mínusarnir séu jafn margir, og barín SO4. Og svo að lokum er það þá kalíumhydróxíð. Hérna erum við með blýhydróxíð og baríumhydróxíð. Og þá er ekkert eftir annað en að skoða þessa töflu 4.1 og flokka þessi efni hreinlega í hver eru auðleyst og hver eru torrleyst. Og ef við skoðum fyrst brómið, þá myndar það auðleyst salt, nema ef það er með silfri, kvikasilfri eða blýi. Og þetta er fyrir brómi, þá erum við að skoða þessi 3. Þetta væri það eina sem að fellur út. Þetta myndi vera auðleyst salt. Þannig að þetta efni, fáum við botnfall. Þar með er dæmið faktist búið, af því að þá erum við búin að sjá, það myndast ekki botnfall ef þetta væri barín eða kalín, þá myndi ekki myndast botnfall. En við klárum þetta nú samt og tökum þá súlfat næst. Og í þessu tilfelli þá erum við með að súlfat, það myndar alltaf auðleyst salt, nema ef það er í efnasambandi við með blý og baríum. Hérna erum við með blý og baríum. Þannig að hérna erum við með eitthvað sem fellur út. Þetta hins vegar, kalíumsúlfat er auðleyst. Þannig að hérna erum við komin með botnfall, værum við botnfall fyrir 2 jónir. Í 3. lagi þá erum við með hydróxíð og hydróxíð það myndar alltaf torrleyst salt, nema ef að það eru alkalímálmar í spilinu, kalsíum, strontium eða baríum.
Þannig að bæði baríum og kás sem alkalímálmur gefa auðleyst sölt hér. Þetta myndi vera AQ. Blý hins vegar er ekki undantekning, þannig að það þá torrleyst salt. Og þar með getum við sagt að þetta hérna gefur okkur að það blý sem var óþekkta efnið í glasinu. Það myndar alltaf bortfall. Já, dæmi 5. Hérna verið að blanda saman 3 efnum. Það hérna, þrjár lausnir þar sem við erum með blýasetat, 0,2 mólar styrk, 0,1 mólar styrk af natríumsúlfíði og 0,1 mól af kalsíumklóríði. Og við eigum að skrifa lokajónajöfnu fyrir hvaða efnahvörf eiga sér stað. Hérna ætla ég að leyfa mér að stroka þetta út. Svo. Og við erum þá með, þetta dæmi 5, blöndum saman blý C2, H3 og 2,2. Þetta asetat. Þetta eitthvað sem myndar alltaf auðleystalaust. Þetta sem sagt þessi jón númer 2. Anion númer 2 í þessari töflu. Í öðru lagi var natríumsúlfíð. Og í þriðja lagi var kalsíumklóríð. Þannig að hérna erum við að skoða hvaða salt geta myndast úr þessu hérna. Hérna erum við með blý, Pb2+. Myndar það fast efni með S og Cl. Svo erum við hérna með natríum plus og það svo sem ljóst að það myndar aldrei en við myndum samt skoða samt sem áður, myndar það fast efni með þessu og þessu sem í rauninni ekki. Og síðan skoðum við kalsíum, Ca2+, myndar það fast efni með súlfíð og asetati. Og þarna þegar maður skoðar þessa jónatöflu, þá getum við sagt að súlfíð, það myndar ekki með kalsíum, kalsíum undantekning og alkalímálmar. Og fyrir klóríð, þá erum við með auðleyst sölt nema í tilfellinu blý. Þannig að þau efni, þegar við fáum allar þessar jónir út, þá myndast í rauninni bara 2 torrleyst sölt. Og það blý, súlfíð, og það blý, blýklóríð, PbCl2. Þetta eru söltin sem myndast og þá þessi loka jónajafna, þá erum við með Pb2+ plus S2- plus Cl. Þetta gefur okkur 2 föst efni, blýsúlfíð og blýklóríð. Og við getum þá skoðað að við þurfum 2 blý, 2 blýjónir. Þetta vorum við með 0,2 mól þar, þannig að það þá 0,1 sem myndast af hvoru hér. Við þurfum bara eina brennisteinsjón inn í þetta efnahvarf. Hins vegar þurfum við 2 Cl-. Og þetta gengur upp að því að í upphafi þá
vorum við með hérna 0,2 mól af þessu hérna. Við vorum með 0,1 mól af þessu hér. Og að því við vorum með að hérna kalsíumklórið 0,1 mól, að þá að því við erum með 2 klórið þá fáum við 0,2 mól af Cl. Þannig að við erum með 0,2 mól af þessu hérna og fáum þá út 0,1 mól. Það er annað þá helmingurinn af þessu sem að fer á móti þessu hér og hinn helmingurinn fer þá hérna, þannig að við fáum 0,1 mól hér. Þið þurfið ekki samt að hafa áhyggjur af því að svona dæmi koma á prófin. Þetta er orðið svona heldur flókið með hérna stillinguna. Með jónirnar, það var sem sagt þetta var liður A, B, þá er verið að spyrja hvaða jónir eru það sem taka þá ekki þátt í botnfalli, sem myndi þá vera asetatjónin, natríumjónin og kalsíumjónin. Þannig að meðjónirnar hérna væru bara C2, H3, O2 mínus, natríum plus og klórið, nei ekki klórið, heldur kalsíum, Ca2 plus. Sjá, og að lokum hvað er komið núna, 46 mínútur. Þetta er algjört maraþon. Það sem að eftir eru núna krossadæmi og þá ætla ég að fara svona nokkuð hratt yfir sögum. Þar sem að hérna sjá. Jú, ég má ekki gleyma því að það er hægt að setja þetta allt á pásu. Hérna erum við í fyrsta lagi í dæmi 6. Þá er spurt hvert af þessum efnum er auðleyst í vatni. Og þá ef að þið farið í gegnum þessi efni sem eru gefin, sem eru þá blýsúlfat, magnesíumhýdrósíð, járnsúlfíð, silfurklórið og þetta er hérna, já hvað ætli þetta heitir nú? Molybdíum. Sjá. Molybdíum. Þetta er sem sagt ekki í neinni undantekningu hér. NO3,2. Að það er hérna í þessari jónatöflu, þá er talað að nítratjónin myndi alltaf auðleyst salt og það er engin undantekning. Þannig að með því að skoða töflu 4.1 myndi koma fram að allt þetta hérna væri sem sagt torrleyst salt. Þetta hérna er hins vegar auðleyst. Þannig að þetta hérna er þá rétt svar. Í dæmi 7. Þarna er verið að tala hver eru auðleyst hér. Það er sem sagt í fyrsta lagi baríumsúlfat. Í öðru lagi erum við með silfurbrómið. Í þriðja lagi erum við með strontiumnítrat og í fjórða lagi, setja bara hérna, blýsúlfíð, í fimmta lagi natríumkarbónat. Með því að fara í gegnum jónatöfluna, þar sem að það kemur fram, ekki jónatöfluna heldur þessa með auðleyst og torrleystu salti, það kemur fram að súlfat myndar auðleyst salt nema baríum er undantekning, þannig að þetta hérna myndi vera eitthvað sem fellur út. Brómið myndar auðleyst salt nema að silfur er undantekning þar, þannig að þetta hérna myndi falla út sem botnfall. Hins vegar nítrat, það myndar aldrei
torleystsölt. Þannig að þetta hérna erum við komin allavega með eitt efni sem að myndi falla undir það að vera auðleyst. Súlfíð myndar torleystsölt og blý ekki undantekning, þannig að hérna erum við fast efni. Karbónat, það myndar torleystsölt en ekki þó með alkalímálmum. Þannig að natríum undantekning. Þannig að hérna erum við líka með eitt auðleyst salt. Þannig að svarið hérna væri 3 og 5 sem að liður, það þá C. C rétta svarið. Þessum hérna dæmur það E. Í hérna dæmi 8, þá verið að tala hérna hvað af þessu, hver af anjórunum hérna myndar alltaf eða oftast torleyst sölt. Hérna fáum við A, B, C, D, E. Það perklórat, þar sem að það við með Cl-O4-. Þetta getum við svo sem ekkert sagt að þetta ekkert í töflu 4.1. Og ég veit að hérna ef að við erum allavega með hérna sýru, hérna fyrir framan, þá klofnar hún 100%, þannig að þetta myndi ekki vera. Við erum hérna með súlfat, SO4-2-, og súlfat kemur hérna á listan sem að það séu sem sagt yfirleitt auðleyst, þannig að þetta myndi vera auðleyst, þó það séu undantekningar. Síðan erum við með karbónat, CO3-2-. Þetta myndar oftast torleyst sölt, þó að það sé auðvitað undantekning, þar sem að ammóníum og alkalímálmar annars vegar. Asetadjónin, það var þessi jón hérna C2H3O2. C2H3O2, þetta voru auðleyst sölt án undantekninga. Þannig að það alltaf auðleyst sölt með þessari jón. Og að lokum nítratjónin, og það var sama þar, NO3-, að þetta var auðleyst án undantekninga. Þannig að svarið hérna þá karbónat, sem að í rauninni eina sem að hérna listað upp, sem að fellur hérna undir neðri hluta þessara töflu fyrir torleyst jónefni. Dæmi 9, við sleppum því. Þarna verið að tala að það myndist ekkert botnfall þegar hérna þetta efni leyst upp, en hins vegar þá myndast þegar sýrur blanda saman þá myndast H2S-gas, og það það að ef að þið eru með súlfíð, sem sagt S2-, og hvarfið það til dæmis við sýru, HCl, sem saltsýra, þá myndast þetta hérna gas, H2S, pluss síðan ammóníumsalt. Þetta hérna var NH4Cl, ég segi bara Cl- hér, en þá það í rauninni svarið væri hérna að þetta væri B, þar sem að við erum með NH4 2S, en það í rauninni bara hægt að sjá það út frá því að við erum með brennistein hérna og það náttúrulega brennisteinsvetni, þá þurfum við að hafa brennistein líka, þannig að þetta var það eina sem var með brennistein. En þetta eru efnahvörf sem við þurfum ekki að hafa áhyggjur af. 10. Sjá. Hérna spurt sem sagt í hvaða tilfellum myndast botnfall þegar natríumklórið bætt út í þessar hérna lausnir. Og þá erum við að tala það að við erum að setja natríumklórið og erum að blanda því saman sem sagt við silfurnítrat. Við blöndum því saman við blýnítrat.
og við blöndum því saman við kalsíumnítrat. Og það er verið að velta fyrir sér þegar þetta var þetta gefið og það sem er verið að skoða þá þegar klóriðjónin annaðhvort para saman við silfur, blý eða kalsíum myndast botnfall. Það sem myndi gerast hér það myndast AgCl sem torrleyst salt, þannig að það myndast botnfall. Fyrir blýklórið, PbCl2, þá erum við með það að klórið myndar auðleyst salt en blý undantekning. Þannig að hérna erum við með fast efni. Hérna hins vegar værum við með kalsíumklórið og þegar við erum að skoða klórið þá kalsíum ekki ein af undantekningunum. Þannig að hérna erum við með auðleyst salt. Þannig að svarið þá 1 og 2. Og það myndi vera liður, og sjá, E. Í dæmi 11 þá spurning hvort það verði felling eða ekki. Og þegar við blöndum saman natríumbrómið og álsúlfati, þá það í rauninni eina efnahvarfið þar sem ekki verður felling. Þannig að í dæmi 11 þá það liður A. En ég ætla ekki kannski að sleppa alveg svona ódýrt frá þessu. Þannig að í dæmi 11 þá erum við að blanda saman natríumbrómið og álsúlfat. Og þegar við víxlum þessu þá myndum við fá natríumsúlfat. Það væri þegar við myndum blanda natríumbrómið og síðan álbrómið. Og ég ætla ekkert að stilla þetta. En þetta auðleyst og ál ekki ein af undantekningunum fyrir brómið. Þannig að þetta auðleyst. Þannig að fáum við ekki fellingu. Í A, sem í rauninni rétta svarið. Ef við erum hins vegar með B, þar sem við erum með járnsúlfat og baríumhydroxíð, þá myndum við setja saman járnhydroxíð og baríumsúlfat. Og fáum við að hydroxíð alltaf torrleyst nema ef það ammóníum, alkalimálmar eða 3 jarðalkalimálmar. Járn ekki undantekning. Þannig að þetta fellur út. Og súlfat, þegar að það auðleyst, nema hvað að baríum ein af undantekningunum. Þannig að myndum við fá 2-falt botnfall þegar þessi hvörf víxlast. Í C þá erum við með blýnítrat og natríumkarbónat. PbNO3 og natríumkarbónat. Þegar við víxlum þessu þetta með Pb2+, þá myndi ég fá blýkarbónat og natríumnítrat. Og það nokkuð ljóst að natríumnítrat, það eitthvað sem auðleyst. Bæði natríum og nítrat benda til þess. En hins vegar blýkarbónat, að karbónat alltaf torrleyst og blý ekki ein af undantekningunum. Þannig að fáum við fellingu. Í lið D erum við með silfurnítrat og kalíumjóðið. Og þegar ég víxla gerist silfurjóðið, þá erum við komið fast efni. Af því að jóðið myndar auðleyst salt en silfur ein af undantekningunum þar. Og síðan erum við með kalíumnítrat
Og þetta hérna er alveg svo natriumnítrat, dæmigert auðleyst salt. En það er það sama, við erum komið með fellingu sem við verðum að spyrja og að lokum erum við með sinkklórið, sinkklórið og ammóníumsúlfíð sem að gefur okkur, ef við blöndum saman upp á nýtt, sinksúlfíð plús ammóníumklórið NH4Cl. Ammóníumklórið er auðleyst. Ammóníum er nú yfirleitt hérna eina af þessum undantekningum fyrir torleystu söltin að þau séu auðleyst ef þið eru með ammóníum. Og ammóníum er hérna, já, þetta myndar þá auðleyst salt. Súlfíð hins vegar, það er alltaf torleyst salt nema með undantekningum, en sink er ekki undantekning, þannig að hérna fáum við botnfall. Þannig að eina hvarfi þar sem að kom ekkert botnfall út úr er A. Þannig að það er þá rétta svarið í 11. Nú í 12, þá er spurt hverjar eru meðjónir í ákveðnu efnahvarfi sem að er hérna ammóníum, hérna fosfat hvarfast við álsúlfat og myndar álfosfat sem er fastefni og ammóníumsúlfat sem að er hérna uppleyst eða auðleyst salt. Þannig í þessu dæmi þá er sett upp efnahvarf, hérna 12. Þar sem við byrjum með 2 ammóníum, ammóníum 3, PO4 og þetta er auðleyst salt, plús ál 2, SO4 3 gefur okkur, og þá er það 2 álfosfat plús 3 ammóníumsúlfat. Og spurt er, hverjar eru meðjónirnar í efnahvarfinu? Og þegar við erum að tala um meðjónir, þá getum við sagt, ok, það er ekki jónirnar sem taka þátt í botnfallinu, heldur eru það jónirnar sem að taka ekki þátt í botnfallinu. Þannig að svarið hérna er að meðjónirnar eru ammóníum og súlfat, SO4 2-. Og þetta var svar E. Að lokum er spurt, myndast felling þegar lausnunum silfurnítrat og natriumkarbónat er blandað saman og ef svo er, hver er þá lokajónajafnan? Tökum þetta er dæmi hvað 13 og síðasta krossaspurning og síðasta spurning. 13, við erum að blanda saman silfurnítrati plús natriumkarbónati, hvort tveggja er auðleyst. Hvað fáum við út? Við blöndum saman þá silfri og karbónati. Þannig að það er Ag2CO3 plús, og síðan erum við með natriumnítrat, NaNO3, og bara svona að taka fram að hérna erum við með silfur plús, nítrat mínus, natrium plús, karbónat 2-. Og til þess að hérna, í fyrsta lagi þá er þetta hérna fastefni, það er karbónat fellur út og silfur er ekki undantekning, þannig að hérna erum við með fastefni. Í öðru lagi þurfum við að stilla jöfnuna, þannig að við erum með 2 silfurnítrat og hérna erum við búin að stilla það. Hérna erum við með stuðulinn 1 sem gefur okkur 2 natrium og svo eru 2 nítrat sem að koma þá hérna. Þannig að nú er efnajafnan stillt og lokajónajafnan hérna er þá jónirnar
sem að taka þátt í að mynda botnfallið sem eru 2 silfurjónir pluss 1 karbónatjón sem gefur okkur botnfallið Ag2, CO3 og þetta hérna er þá A, möguleiki A í dæminu. Þannig að hér með er það búið að fara í gegnum þetta dæmablað 4.2 og ég vona að þetta gagnist ykkur. Takk fyrir.